Vel, Þorkell. Já. Fundarmenn og formaður og aðrir áheyrendur. Ég þakka nú mjög góða umræðu. Ég vil geta þess sem ég hefði átt að segja upphafi. Við sem að véluðum með þessi lýðræðismál henni til lokin vorum svolítið höfuðlaus her. Því bæði formaður og varaformaður voru sjúkir þá dagana. Þannig að hafi verið á þessu einhver fljótaskrift, þá verður að skrifa þá aðra en þá. Til dæmis þetta stjórnlagaþingið, ég minnist þess ekki að við höfum rætt mjög þarna undir lokin, þannig að það kann að vera við þurfum að huga því aftur. Ef ég má segja mína skoðun á því, þá ég nú sammála Pawel að það sé kannski ekki gáflegt að hafa ákvæðum reglubundi stjórnlagaþing, heldur eigi þjóðin að geta óskað eftir því og það má vel vera að það mætti hnykkja á því að ef að 3 hluti þjóðarinnar, jafnvel meira en þessi 15%, óskað eftir stjórnlagaþingi og þá jafnvel bindandi stjórnlagaþingi, þá verði bara til þess efnt. En þetta þannig að huga, á þessu þarf að huga betur. Ég ætla að reyna að hlaupa hratt yfir svona athyglisverðar ábendingar og hugmyndir sem komu fram. Mjög mörgum eftir sjá í 10%-unum, en það eins og ég færði rök fyrir. Þetta náttúrulega málamilun eins og margt annað og sjónarmið sem takast á og þetta var einfallega niðurstaðan og það svo sem engin efnisleg rök eða því síður starffræðileg rök fyrir þessari tölunni frekar en annari. Þingtækt, ég nefndi það í minni framsögðu að það væri nú kannski vandræð orð og bæði Katrín Oddsdóttir held ég og Gísli hafa nefnt að svo væri og Gísli auglýsti eftir betra hugtaki, við treystum bara á að hann finni það þá. Pétur talaði mikið málið, enda honum málið hjartfólkið. Pawel nú búinn að svara því held ég, því sem ég hefði viljað svara. Þingmála frumkvæði kjósenda, já, honum fannst að 2 ár væri allt og langur tími. Ég stend nú enn við það að svo sé ekki. Þetta vissulega stórt og mikið mál að þjóðin geti lagt fram frumvarp til laga, Alþingi fjalli það megi ekki krukka í sjálft frumvarp kjósenda, aftur á móti koma með gagntillögu og svo fari fram einhver vitræn umræða til á milli kjósendahópsins og þingsins. Við erum að reyna að finna sem bestu löggjöf í öllum málum en ekki endilega að skapa andstæður og deilur. Þannig að allstaðar þar sem við sjálfur vorum út í Sviss þá var mjög mikil áhersla lögð á þennan díalóg eins og Pawel reyndar kom inn á áðan. Þannig ég held að 2 ár sé hæfilegt en vitaskuld geta þess að verið þannig að það sé að flýta þessu. Ég glemdi nú einu rökunum fyrir 2 árum og 1 ári annars vegar og það einfallega hagnaðar sjónarmið að með því að hafa þetta dálítið rúman tíma aðtvíða að þetta hámarkstíminn í samkvæmt stjórnarskránni. Auðvitað getur Alþingi ákveðið að hafa þetta skemmra eða þannig séu aðstæður að setja að flýta þessu. En það sem voru meðal annars að hugsa að það væri hægt að hafa þetta samhliða öðrum kosningum. Nú, Dögg, sessunnautur minn, hún hefur áhyggjur af því að Alþingi geti með stórum meirihluta keyrt í gegn breytingar sem væru alls ekki minniháttar eins og að fjölga þingmannum eða gera einhverjar aðrar breytingar innan hagsmunahóps þingmanna. En verðum ekki að treysta því að 7. hluti þingmanna muni nú þá vera á verði og varna því að svo yrði og síðan gæti þjóðin væntanlega með þetta frumvarp eins og annað 15% þjóðarinnar gæti þá safna liði og kveði þetta í kútinn.
Mikið hefur verið rætt þriðjungsákvæðið og sýnist það sitt hverjum. Dögg nefndi að sér fyndist á hlutfallið og lágt, væntanlega því að þingmenn kynna að misnota þetta eða þingminnihluti. Síðan var ýmsum tíðrætt það, Erlingur til dæmis tekið hér eftir hjá mér, að þingið ætti ekki að hafa þennan rétt, það væri órökrétt og mér finnst það að mörguleyti skiljanleg og skynsamleg rök, en við vorum þarna aðalega að fara eftir því sem við töldum að meiri hluti manna hér inni vildi. Þorvaldur nefndi að það ætti að vera hægt að skjóta frumvörpum sem hefur verið hafnað til þjóðarinnar. Ég held að það sé á vissan hátt gert eða mögulegt með þessu regluverki að þá hægt að hafa frumkvæði samkvæmt annarri grein, að vísu ekki með bindandi atkvæðagreiðslu en það gæti farið þá leiðina einhverju leyti. Katrín nefndi það að það gæti orðið svona eilífðarvél færi í gang ef að þriðjungur þingmanna vísaði máli til þjóðarinnar og svo kemur aftur 2/3 eða meiri hluti og samþykkti það aftur og svona gengi þetta hring eftir hring. En ef hún ekki að vona að allir séu skynsamir og menn sjáu það að þeir hafa tapað máli þá séu þeir ekki að taka það upp aftur. Ég ætla ekki að eyða orðum að þessum með 10 og 15% sem að Katrín nefndi líka frekar, minni bara aftur á rök Ara það að með rafvæðingu á þessu sviði þá geti þetta orðið auðveldara og svo þjóðin lítil og kannski auðveldara að safna undirskriftum hér heldur en hjá stórri þjóð. Stjórnlega þingið nefndi Katrín, það þurfum við að skoða betur. Hver flytur mál kjósenda? Ég held að það sé smá misskilningur hjá Katrínu. Sko, það þjóðin sjálf sem flytur málið. Við reiknum með því að í þessum málsmeðferðarreglum verði kveðið á það, að það mál sem að þjóðin, það frumvarp sem þjóðin leggur fram, eða 15% þjóðarinnar eftir að sagt, fari rakleiðis fyrir þing, það þurfingar sérstakann flutningsmenn fyrir því máli, þá sko það á ekki að flytja það mál, endar það óbreytt í þjóðaratkvæði. Þannig að það þarf engan sérstakann talsmann fyrir því inn á þingi. En vera má að B-nefndin þurfi að huga að því að hennar orðalag segir þannig að það stangist ekki á við þetta. Stjórnarskrár festa, hún nú upp og ofan í löndum víða. Mér minnir að þýsku stjórnarskráni hafi verið breytt 250 sinnum frá stríðslokum. Enda þarf ekki nema 2/3 þings þar, bara eins þings til að breyta henni. Þannig að því leyti hafa það nú ekki dregið lærdóm af Weimarar lýðveldinu. Einhver var með, býðum nú við, það var nú held ég Vilhjálmur sem var með ágæta ábendingum við það að kannski ætti Hagstofan að veita þá þjónustu að hjálpa mönnum við formlega vandaða undirskriftarsöfnun og það kæmi þá held ég í lögin sem að við erum að kalla eftir. Það má vera, það mætti bæta þessu við einhvern veginn í upptalninguna eða í greinargerð, en ég held að svona ákvæði ætti nú ekki heim í stjórnarskrá, þetta verði bara Alþingi að reyna að færa í lög með skynsamum hætti. Ég vona að ég hef ekki sleppt einhverju mikilvægu, en það tími nákvæmlega núna liðinn sem við höfðum til þessa verks og ég endurtak þakkir fyrir málefnalega umræðu og góðar ábendingar og vona að þetta fái allt saman farsalan endi. Af því að þetta tímamótamál eins og Pavel bendir réttilega á. Við komumst þarna úr því að vera aftarlega á meirinni í fremstu fylkingu og ef að það nær fram að ganga þá held ég okkur verið mikill sómi að því. Takk fyrir.